Gott fólk, verið velkomin í þátt númer 135. Það er hlaðvarpið Heimsendir sem heilsar hér frá hlíðum Reykjavíkur, Beverly Hills 105. Ég var bara einhvern veginn að segja nákvæmt heimilisfang, svo ákvað ég að sleppa því. Ég vil ekki fá einhverja assassins hérna til mín. Þessi þáttur heitir Framtíð Íslands og við ætlum að fjalla um 6 svið. Við ætlum að fjalla um 6 flokka. Við ætlum að fjalla um 6 mismunandi, hvað getur við sagt? Ég skal bara tísa þetta. Við förum yfir náttúruna. Hvernig mun framtíð íslenskrar náttúru líta út? Við förum yfir efnahaginn. Hvernig mun efnahagurinn þróast? Fólksþróun, aka lýðfræði. Hvað erum við að sjá þar? Menning og tungumál, listir og alþjóðamál. Hver er framtíð Íslands? Þessi þáttur verður að mestalagi 15% byggður á vísindum og staðreyndum og 85% byggður á mínum skoðunum og pælingum. Það er líka þannig sem við viljum hafa. Fólk talar oft um 80-20 regluna og það er gott. Við ætlum að byrja samt á staðsetningu og fyrir þau sem eru í mynd þá er margt að gerast hér. Þetta er allt, ég er náttúrulega heimavinnandi húsfaðir akkurat núna með kött sem er að verða 5 ára og barn fyrir aftan mig sem er að verða 1 árs. Sonur minn er að fara að sofa. Þess vegna er ég að taka upp núna. Eftir svona 10 mínútur þá mun ég gera pásu, gera hlé á upptökum til að svæfa son minn og vonandi næ ég að taka upp heilan þátt á meðan hann er sofandi. Við skulum bara sjá til, þið veitir. Það bara ekkert endilega þetta er allt í flæði, Það er svo gaman. Þetta er eins og spuni. Þetta er allt lifandi. Kannski vaknar hann og þá þurfum við að taka aðra pásu. Kannski hef ég hann bara með mér í mynd. Á ég sjá hvort hann vilji segja eitthvað núna í mækinn. Athugum það. Emil! Það er koma að sjá hvort það segja. Sérri. Viltu segja eitthvað í mækinn? Viltu segja eitthvað í hljóðnemann? Segðu góðan daginn. Já, segðu góðan daginn. Góðan daginn. Viltu ekki segja neitt? Jú. Já, segðu eitthvað flott. Segðu þeim legasögu. Nei, hann vill bara borða mækinn. Já, þetta er svona, nú er kona mín að vinna sem leiðsögumaður og gistir á hóteli í 2 nætur í röð, þannig að við erum bara 2 feðgarnir að chilla og vinna og leika og fara í sund. Og fyrir þau ykkar sem eru áhugasöm það hvernig foreldralífið er, þá er fyrir það fyrsta, sonur minn er hálf japanskur, í raun hálf japanskur og við erum að kenna honum japansku, það er svona tungumál heimilisins, japanska og svo fyrir utan heimilið þá er það íslenska, öllu jafna, fjölskylda mín og svona. Það er yndislegt að vera foreldri og glöggir hlustendur og áhorfendur Heimsendis vita að við, kona mín, erum ekki í fæðingarorlofi af því að bara út af ástæðum, þið vitið, þannig að við erum í ólaunuðu orlofi og það er mjög næs að vera foreldri en málið er bara að maður þarf að vinna náttúrulega, þegar maður er ekki með laun þá þarf maður að vinna og það er svolítið erfitt að tvinna saman uppeldi og vinnu. Það verður að vera annað hvort og frá með 1. nóvember þá verður það annað hvort þá verður kona mín að vinna og ég með uppeldi og svo vinn ég bara á kvöldin og tekur hlaðvarp og svona. Ég myndi segja að það sé svona það klikkaðast og það sem er líka klikkað í þessu er að mig klæjar í fingurgómana að vinna. Ég hlakka svo til að vinna og það segir manni það að vinnan mín er mjög skemmtileg og góð. Það er einhvern veginn þið veitir, ef að ég væri í drefleðilegu starfi þá væri ég bara hæst ánæður að þurfa ekki vera að vinna. Þetta er svona, það er gaman að þessu. Herðu, ég ætla að svæfa drenginn og svo förum við í staðsynningu og svo förum við þáttinn. Jæja, við skulum sjá hvað þetta endist lengi. Kíkjum á það. Það er staðsending.
ég er náttúrulega er stundum að vinna þó ég sé heimavinnandi og þegar ég vinn öllu jafna þá vinn ég sem leiðsögumaður og núna síðast sérstaklega á sumrin sko. Núna síðast þá var ég með Japani bæjarferð og það var mjög merkilegt að því að voru sko þá bílstjóri og leiðsögumaður og síðan var svona hópstjóri frá Japan sko og það var mikið hjá japanskum hópum að vera með hópstjóra sem er svona milliliður milli hópsins og leiðsögumanns og svo er leiðsögumaður oft svona milliliður milli þeirra og bílstjórans. Hvað það? 3 manna teymi sem sagt. Hópurinn taldi 2 gestin voru 2 hjón, eldri hjón. Það er mjög skrítið einhvern veginn að vera 3 manna teymi með 2 viðskiptavinni en það er bara, þú veist, persónulega þjónusta og augljóslega var ég ekki að tala í mæk það meikar engan sens að tala í mæk í rútu þegar það eru 2 sem þurfa að heyra en við fórum sem sagt með þetta fólk í bæjarferð og fórum í þau fóru í sko þyrlutúr og ég einhvern veginn gerði ráð fyrir að ég myndi fá að fara í þyrlutúr líka, ég hef aldrei farið í þyrlu en þá sagði þyrluflugmaðurinn já það var nú reynda bara að bóka fyrir 2 en það eru 2 laus sæti og vandamálið er bara að ég fyllti bara bensín fyrir 2 gesti þannig að ef það er 3. gestur þá gæti hugsast að við verðum bensínlaus í loftinu það hljómar ekki vel gott og vel ég skal ekki koma með í þyrluferðina í dag þannig að þau fóru bara 2 og flugum þetta er ótrúlegt dót þetta þyrlu dót sko og sérstaklega núna eftir að eldgosin byrjuðu á Reykjanesinu þá eru örugglega orðin einhver 10 þyrlufyrirtæki hérna í Reykjavík mikið af erlendum flugmönnum af því að það bara er ekki nóg af íslenskum þyrluflugmönnum og þess að þyrlur eru náttúrulega bara sko eins og úr teiknimynd þú veist bara pínu litlar sæti fyrir 4 en þú veist frábærar græjur maður sá þetta taka loft og það var bara já mjög flott sko en það var ekki frásögufærandi við fórum sko svo annað svo fóru þau í eitthvað svona bottomless brunch á Kopar sem ég held að væri eitthvað fyllir í en nei það var það bara þannig að þau máttu panta endalaust af mat og ég borða alltaf með fólkinu eða allavega á veitingastæðunum þar sem fólkið er nema þarna af því að þau voru bara 2 og svo er hópstjórinn og það var bara lagt á borð fyrir 3 og þetta er Kopar sem er einhver veitingastæður þá einhvern veginn var hópstjórinn svona ja sorry gamli ég veit ekki hvað ég geti sagt þú eru bara að fara og ég eitthvað ok þú veist gott og vel þá fer ég bara eitthvað annað þannig að ég fór á veitingastæðin Le Coq eða Limurinn eða Haninn og ég farið ánga áður sko bara svona ágætis hamburgerar svo sem en það sem kom mér óvart var sko að Le Coq í miðbæ Reykjavíkur er eins og að vera ekki á Íslandi allt starfsfólkið er erlent, gott og vel enginn talar íslensku, gott og vel og ég meina fair enough, svo maður sletti allir viðskiptavinnir eru ferðamenn líka þú veist, það kom einhver frétt daginn eitthvað það er mikil fækkun hjá ferðamönnum á Íslandi við skulum fara niður í miðbæ Reykjavíkur og sjá hvort við finnum ferðamenn nei, glemdu því sjá hvort við finnir Íslendinga þú veist, það er miklu meiri leikur sko, farða á Le Coq á Tryggvagötu og sjá hvort þú finnir Íslendinga þú veist, ég get eiginlega að lofa þér að þú finnur enga Íslendinga þar þetta var mjög skrítið sko en ég meina, ég tala reybrennandi ensku þannig að gott og vel, ég get bara að nota hana ok, síðasti punktur og svo förum við í framtíð Íslands í 6 þáttum sko, uppskriftir á netinu ég drep mjög mikið af fisk á sumrin aðalega urriða eitthvað af bleikju lítið af laxi, aðalega urriða
og síðan flaka ég urriðan, mér finnst það gott sko, flaka urriða og pönnusteikja upp úr smjöri, salt og pipar, ekkert flókið, bara geðveikt, passa að steikja hann ekki of mikið. Hvað gerir maður við hausinn og hrygginn og sporðinn, þú getur hent honum, en hausinn og hrygginn skaltu búta niður og setja í soð. Og það var það sem ég gerði. Ég var með haus af laxi, haus af urriða, hrygg af urriða og nokkrar humarskeljar. Ég setti það allt í stóran pott og sauð í örugglega svona 5 tíma á lágum hita í vatni og bjóð þannig til geggjað fiskisoð sem ég síðan gerði súpu úr. Nema hvað, ég var í þessari bæjarferð með Japani, þannig ég sagði við konunum minna sérinn, hei gamla, þú ert að fara að gera fisksúpu. Hvernig ger ég það? Ekki málið, hér er uppskrift og ég fór á netið og fann uppskrift af fiskisúpu, en uppskriftur á netinu eru einhver mesta veira sem ég veit um. Þetta er náttúrulega allt til að besta leitarvélar niðurstöður. Þú verður að vera með eins mikinn text á hægt til að fáir betri leitarniðurstöður, þannig að þín grein eða þín uppskrift poppi hærra, ranki hærra í leitarvélar niðurstöðum. Þetta er náttúrulega, eins og ég segi, þetta er bara vírus, þetta er bara hundleiðilegt, þetta þjónar ekki neinum nema einhverjum algoritma hjá Google eða eitthvað, ég veit það ekki, en niðurstaðan er svo að þú ert bara að leita að því á hvaða hita þú ert að fara að ofnsteikja eitthvað dót eða hversu mikið vatn þú ert að fara að nota í eitthvað súpu, þú bara leita að því, þú vilt ekki neitt annað. En greinin er uppfull af einhverju kjaftaði. Fisksúpa, grein, lesning hefst. Það var fyrir nokkrum árum sem ég var á Íslandi. Þá gekk ég inn á gamlan veitingastað. Hann var grænn að utan og gulur að innan. Maður kom til mín og sagði, borð fyrir 2? Ég sagði já. Við fórum inn og síðan kemur bara, en við fengum okkur fisksúpu. Matseðillinn var reyndar með fisk dagsins og plokkfisk líka. Við hugsuðum okkur og tókum svo vel ígrunduða ákvörðun að fá okkur fisksúpuna í staðinn. Humarsúpan var líka til staðar en hún var bara dýrari. Ég man alltaf eftir þessu. Það var frost úti og fisksúpan var heit og hún yljaði okkur hjartaræturnar og eitthvað svona og bara hei gaur, ég þarf ekki að vita þetta. Ég vil bara vita hver effing uppskriftin er. Kæri áhorfandi, kæri hlustandi, takk fyrir að horfa og hlusta. Þessi þáttur er í lokaðri dagskrá á Patreon en þú getur hlustað á hann ef þú ferð inn á patreon.com/heimsendir og skráir þig í veirusýkingu sem er ódýrasta áskriftarleiðin. Það er frítt að prófa í 7 daga. Síðan getur þú tekið ákvörðun hvort þú vilja halda áfram eða ekki. Þetta er ekki flókið. Fyrir utan það að veirusýking kostar $5 á mánuði. Það er ekki neitt, það kostar ekki neitt að vera í áskrift. En það greiðir mér laun sem hjálpar mér að borga barnamat fyrir barnið mitt og kattamat fyrir köttin minn. Þannig að tjekkið á því patreon.com/heimsendir.